Það fróðlegt að skyggnast bak við tjöldin hjá hinum ýmsu starfsgreinum, hvort sem þær eru algengar eða ekki. Mannabeinafræði viðbótarnám sem tengist fornleifafræði og ansi fáir sem hafa sérhæft sig í henni á Íslandi. Guðný Sóeka ein af þeim. Guðný, segðu mér, hvað gerir mannabeinafræðingur? Mannabeinafræðingur, hann skoðar mannabein. Ótrúlega satt. Já. Það felur í sér að mannabeinafræðin getur svo sem skipst í það að skoða mannabein úr fornum kirkjugörðum eða grafreitum eða hvernig sem og svo önnur sérgrein sem þá réttarmannfræði sem snýst að greina bein úr til dæmis fjöldagröfum og þess háttar. Þannig þá nýtist þessi sama aðferðafræði bæði í nútímanum og til þess að skoða fortíðar fólk. Já. Og það svona ýmislegt sem við getum greint á beinum og það alltaf að bætast við það. Svona almennt þá bara með því að skoða beinin, þá getum við skoða hvort þetta eru bein af konum eða körlum, náttúrulega börn, aldur. Við getum greint hvort að fólk var hávaxið eða lágvaxið. Við getum greint ýmsa sjúkdóma og kvilla sem að benda þá til bæði svona kannski sögu einstaklinga en einnig þá líka svona skírskotun til víðari lýðheilsu, bara hvernig, ef þú varst með stórt beinasafn, hvernig var almenn heilsa á þeim tíma. Því að til þess að sjúkdómar til dæmis verði sýnilegir á beinum þá þurfa að verða krónískir. Því að beinvefur tekur langa tíma að svara, nema náttúrulega fótbrot eða eitthvað svona meiri háttar. Já, það kannski svona frekar augljóst. Frekar augljóst. Ég hef náttúrulega aðalega verið að skoða bein úr kirkjugörðum í Skagafirði. Við erum með 3 heildar uppgrafna garða úr Skagafirði og það allt garðar sem eru frá 11. öld. Eða svona, hvað við segja, síðar hluta 10. aldar upp í 12. öldina, svona sirka 100 ára. Þá voru nánast garður á hverjum bæ hér og þar gróf fólk bara sína fjölskyldu og kannski þá sem bjuggu á einhverjum svona hjábýlum eða þá sem fundust á víðavangi eða það geta nú ýmsir lent í svona kirkjugörðum en að svona stofninu til þá var þetta fjölskyldan og þeir sem tengdust henni. Konurnar lágu almennt norðan megin í garðinum og karlmenn voru sunnan megin í garðinum. Það hefur ekki verið að grafa svona hjón hlið við hlið eins og við gerum í seinni tíð. Nei. Og kannski hefur það breyst við það náttúrulega eins og yngri garðarnir, það verða þá oft sóknarkirkjugarðar og maður grefur ekkert í þá. En það einmitt það sem svona spurningi hvort það geti gerst þegar þessi garðar eru aflagðir svona 1100. Þá greinilegt að það eru þá sem að sóknarkirkjugarðarnir eru að koma inn, þar sem að farið að grafa frá mörgum bæjum á einu stað. Og það náttúrulega fylgir því mikil ábyrgð að grafa upp kirkjugarða, þarna náttúrulega liggja leifa fólks og það mikilvægt að varðveisla beinanna sé mjög góð þannig að það sé í raun og veru þess virði að grafa þau upp fyrir rannsóknarhagsmunina. Eitt að grafa upp og svo náttúrulega höfum við verið að rannsaka, ég og skaffiskur bandarískur kollegi, verið að rannsaka beinin frekar og skoða nánar þá út frá beinafræðinni hverjir liggja þarna og hvað við getum sagt það fólk. Mjög spennandi. Já, ég finnst það. Trúir á drauga? Nei. Ok, bara að tjekka. Ég væri í vondum bálum held ég ef þeir sagt á mig sko. Já, það væri ansi margir örugglega sem ég væri komin að skila þessu. Já. En það líklega vegna að ég bara svona ónæm og það bara mjög gott. Já, það kannski gott í þessu fæi, já. Já.